Hvað, þið eru að temja hérna fullu? Frumtalningar alveg á fullu. Já. Nokkur stykki? Já, nokkur stykki. 50-60 trippi eða svo. Já. Og hvað takið þetta lengi í einu núna? Hvað er þetta löng törn? 2 mánuði með þetta. Já. Og hvað eiga þau að kunna? Þá svona kemur í ljós hvert þau fara að stefna, hvort þau verða haldið áfram í vetur eða hvort þau bíða bara eftir öðrum verkefnum seinna meir. Já. Hvað eru margar merar í ræktun hérna á Feti? Svona 40-50 hryssur sem er haldið ár hvert. Já. Þannig að þetta er bara einn árgangur? Já, en þessi árgangur er óvinnustór. Já. Hann telur alveg 50 trippi. Já. Og hverjir eru feðirnir einna helst? Fyrst hann skildi náttúrulega frægan telja Orra, aðeins undan honum, ekki 2. Og svo er Freymóður á Feti, hann á hérna nokkur, Már, Vilmundur líka. Og svo er svona aðeins sitt lítið af hverju, svona héðan og þaðan. Og hvað vilt það trippin kunni eftir þessum 2 mánuði? Ég vil að þau séu fyrst og fremst óhrædd og þau séu algjörlega reiðfær, örugg með sig og setja í þeim hvert sem er á beisli. Og við vinnum það mjög kerfisbundið þessa vinnu, þessi hross hafa öll verið fortaminn áður. Þannig að innan viku er komin knappi á bak frá því að þau koma inn og þá búa þau að fortamningunni. Og þau hafa gott sjálfstraust þegar þetta byrjar og við leggjum mjög mikið upp úr því. Þetta er unnið kerfisbundi bara hverju ári, hreint og klárt. Og síðan eins og ég segi, síðan bara kemur það í ljós eftir 2 mánaða tamningu, þá svona fram að þeim tíma er þetta allt saman eins, svo að segja. En síðan þá skerast leiðir, eitthvað stefnir í að verða bara þægir brúkunarhestar og annað tímbótarhross og hitt og vonandi eitthvað að því sem keppnishross. Já. En hvað gerist fyrir þau sem að fara ekki í neitt flokk? Þau eru bara drepin. Já. Og óþekka hesta þýðir ekki neitt að vera með. Nei. Það kærir sig enginn um það í dag. Ertu ánægður með þessa þróun núna svona í tamningum almennt? Finnst þér hrossin vera að verða betur tamin? Já, auðvitað hefur það lagast mikið, en það er samt gengur óþægilega hægt. Já. Og það sem hefur breyst mest er byrjunin á tamningunni. Það er að segja að það er miklu meira orðið um fortamningar og byrjunin á frumtamningunni almennt held ég að sé orðið miklu mýkri heldur en hvað var. En ég get ekki séð og það er því miður allt og lítil framþróun og framför í því síðan í úrvinnslunni í áframhaldinu. Og sérstaklega þá meina ég hestar almennt eru ekki nógu góður á taumum. Og kerfið í rauninni kallar á það að hestar séu settir fastir á beislið. Og það er rangt. Þetta myndirðu vilja sjá breytast? Já, myndi vilja sjá þetta gerbreytast. Hvað er þessi búin að vera lengi inni? 3 daga. 3 daga? Þetta er 3. dagurinn. Núna. Byrjaði á mánundi? Já. Og nú er miðvikudagur? Er þetta fyrsta skipti sem hún fær á sig nakk? Já, en hún hefur áður verið undirbúin með gjörð. Já. En
Það verið sko samt vera þannig að þó að þau fái undirbúning með gjörðinni þá eru mörgara sem gáttu geta ekki losa sig við þetta drast. Þannig sem áður. Þetta er stærra og flaksar meira. Öðruvísi. Yfirleitt fylgir því nú ekki mikil alvara eða mikil útkall í því að hrista sig með þetta. En mér þykir alltaf þótt að eðlileg viðbrögð að hesturinn prófi að reyna að losa sig við þetta í fyrstu skipti. Það er þó eins breytilegt bara að liggur við eins og þau eru mörg og ég hef aldrei getað séð neitt samhengi í því hvort að hesturinn stingur sig með hnakkinn og þá má hann ekki stinga sig með knapan eða öfugt. Ég er búinn að heyra miklar allskyns kenningar þetta en ég hef nú bara ekki getað séð neitt system í þessu. Það er náttúrulega eðlileg flóttaviðbrögð þegar eitthvað er óþægilegt að reyna að losa við það. Já, svo sko. Stundum er maður ósköp feginn að vera ekki komin í hnakkinn. Já. Svo það kannski verið allt í lagi í þessu hlut. Það er nú sennilega að setja þetta. Já. Svo Óla langar til að vera í hnakknum núna? Óla er alveg saman. Þið getur sýnt þetta vídeo þegar hún er búin að vinna Landsmótið næsta ári. Það líst mér vel á. Ekki? Jú. Svona byrja þetta. Ég held að Óli sé strax farin að leggja línur. Já. Þetta er flott fyrir. Já. Takk fyrir að leyfa okkur að fylgjast með þessu. Já, nú lítið. Takk fyrir komuna bara. Já.